Komið sæl. Hún hérna komin á mynd, Ingibjörg Baldursdóttir, svo sem var hjá okkur síðast, sem rekur kaffihúsið, litla kaffihúsið Ilm hér í bæ á Akureyri. En það kom nýr gestur. Hann nýlega kominn bara heim frá útlöndum, búinn að vera þar í mörg ár, starfaði þar sem íþróttamaður, sem handboltamaður, viðskiptafræðingur, núna þjálfari og leikmaður með Akureyrar handboltaliðinu, Sverre Jakobsson. Velkomin. Takk fyrir. Má ég sjá hvað er stór? Já, það er þá. Já. Hvað er þetta stórt? Hvað er þetta stórt? Já. Þetta er 1,95, 6. 1,95. En sko, þegar þú ert að spila í landsliðinu til dæmis, þegar maður sér þig í sjónvarpinu, þá ert þú nú ekkert sko sérstaklega stór miðað við marga aðra. Það sé svona meðal maður bara. Já. Það er til stærri menn ég. Það er til stærri menn en þú. Ég man eftir því þegar hérna 95 þegar heimsmeistaramótið var haldið hérna á Íslandi. Og þeir sem voru að leika hérna Hvítrússar og fleiri. Og ég var nú að vinna við þetta. Og ég var bara svo lítið peð innan á þessa menn. 120 kíló af flikki og sterkir eftir því. Já. Hvað þá með svona ekki litla, menn af minni stærð. Það eru svona eins og Snorri og einhverjir fleiri sem eru af þessari stærð. Já, menn eru bara öllum stærðum og gerðum í þessu. Það er ekkert. En það virðist nú vera að handboltamenn séu alltaf að stækka. Já, ég veit það ekki. Ég veit ekki bara alltaf svipað. Já, manni finnst það einhvern veginn. Kannski manni að vera sterkari eitthvað, ég veit. Pínlítið af nafninu þínu. Fyrst man ég eftir þér sem Sverri, bara Sverrir. Já. En þú skýrður annað, þú skýrður Sverri. Já. Og þetta byrjaði eiginlega þannig þegar ég fæddur ég fæddur í Noregi. Já. Og ég flyt hingað, ég er með foreldrum mínu, ég er 5 ára gamall. Og þá einhvern veginn byrjaði þessi þróun að fara frá Sverre í Sverrir. Og það er henni hélst svo bara áfram og varði einhvern veginn bara þetta norm. Svo var það ekki fyrir en 2006 sem ég eiginlega tók í tauman aftur og fór að reyna að snúa þessu við. Já. Og fór í átak. Fórst í átak? Til að koma Sverre aftur á yfirborðið og hendi Sverrir í burtu. Já, þannig að þú Sverri. Já, ég Sverri. En það er margir mjög erfitt með að aðlæsa þessu og þetta hefur tekið tíma en þetta gengur svona hægt. En varstu ekki líka einhvern tímann sko Björnsson? Jú. Eins og pabbiðinn, fjölskyldunafni eða eitthvað slíkt? Já, sem sagt í Noregi tekur þú bara eftirnafn föður þins. Já. Og faðir minn heitir Jakob Björnsson. Þannig að þá var ég Sverre Björnsson. Sverre Björnsson. En svo þegar maður átti að því að þessi dvöl okkar sem átti verið í 2 ár hér heima á Íslandi var nú svolítið lengri og yrði svolítið lengri þá tók ég eiginlega bara sömu ákvörð 2006 að nú skildi taka þetta bara alla leið og halda þá sjálfsögðu nafni föður míns á lofti og taka Jakobsson. Já. Þannig að nú ertu Sverre Jakobsson. Nú er ég Sverre Jakobsson. Sverre, það hvað má segja lífið þitt? Þetta bara handbolti, hefur verið undanfarið. Já, ég byrjaði náttúrulega mjög ungur í íþróttum og í handbolta. Það sé ekki 10 ára þegar ég byrjaði í handboltanum og þóttu nú ekkert sérstaklega góður. Nú? Nei, ég er ekkert hókinn af einhverjum kannski svona, jú. Ég var mikið svona í þessari stöðu sem ég er núna. Sat á bekknum og horfði á hérna að spila. En áttu náttúrulega mína drauma og það sem kannski ég hafði alltaf, það var metnaður og svona eins og ég segi, draumum að einhvern tíðan að standa þarna og hafa eitthvað hlutverk á vellinum og það sem kom svona hægt og róla og ég kannski þakka þá meira því að líf mitt varða einhvern veginn stórleitið til handbolti út af hugafærinu. Eins og ég segi, það oft getur komið henni langt. Þá ertu bara strákur. Þannig er bara strákur sko. En þú hafðir þennan metnað? Já, alltaf metnað og einhvern veginn, það kom mjög snemma og setti mig markmið og gafst nú ekki upp.
Þannig að það hefur, já, einhvern veginn fylgt manni alla tíð síðan. Eins og ég segi, það hérna, það bara ótrúlegt hvað hugarfar getur farið langt með mann. Það það sem að þú myndir sem sagt segja við ungt fólk í dag, það að setja sér markmið og fara eftir þeim. Já, bara hiklaust. Nú ert þú búinn að vinna einmitt í þessu öll þessi ár sem handboltamaður. Núna ertu þjálfari hér á Akureyri. Hvað segirðu hvað segirðu við sjálfan þig þegar þú ert að fá einhverja svona unga stráka inn sem eru svona nálgast það að komast upp í bestu liðin? Hafa þeir þennan metnað eða þarft þú að innprenta þeim þetta? Þegar ég kem hérna á fyrstu æfingarnar hjá Akureyri handboltafélagi, þá tók maður strax eftir því að hugafæri eitthvað sem maður þurfti ekkert að hafa miklar áhyggjur af. Þetta alveg ótrúlega flottur hópur og strákarnir langflestir hafa mikið metnað til að ná langt og hafa nú þegar sett sér ákveðið markmið. Til dæmis ég og Heimir settist fljótlega með mörgum og svona ræða framtíðina og hvert þeir vildu stefna og fara og hvernig við getum hjálpað þeim til að ná þeim markmiðum sem þeir hefðu eftir vill þá þegar sett sér. Og það voru flestir búin að huglega þetta og búin að setja eitthvað á blað og búin að pæla í framtíðinni. Þannig að það var eiginlega strax búið að taka eitt skref. Og núna erum við svona hægt og rólega að hjálpa þeim að taka næstu fram á við. Og eins og segja þegar hugafærið svona eins og hjá þeim þá það gerir vinnuna mína og Heimis og okkar allara sem tengjast þessu félagi miklu auðveldara fyrir. Þannig að það komið svolítið óvart. Já, það skemmtilegt. Ég nú að viðurkenna það. Ég held að það væri ekki alveg, stundum það kannski ekki alveg svona skýrt hjá öllum. Já. En hrikalega flottur hópur og gaman að þjálfa til þetta. Þú ert viðskiptafræði menntaður. Já. Varstu búinn með það þegar þú ferð til útlanda í spilamennsku? Já, ég klára þarna fyrir Háskólann Akureyri 1 ár og færi mig svo yfir til Háskóla Íslands. Klára þar. Svo kemur bara leiði hjá mér. Þannig að það var 2003, snemma árs 2003. Misti svona eiginlega áhugann og var búinn að mikið meiddur á boltanum og ég ákvað eiginlega allaði til Danmörku að spila og í framhaldsnám. En kom svo bara að því og áttaði mig að því að áhuginn var eiginlega farinn. Og þannig séð ég er svona ekki það mikið til þess að fara í atvinnumennskuna og eða prófa það þarna í Danmörku. Þannig ég setti bara handboltann á hold og einbeiti mig bara á námi og skoða svona lífið utan þessi handboltans. Það er lífið utan? Já. Ég reyði mig eitthvað en ekki svona á hverjum degi og með þessum alvöru og sem fylgir boltanum. Og tók svo fram skóna bara 2,5 ári seinna og það var algjöru tilviljun, löng saga en það allan til að gera stutta þá endaði ég allan á æfingu 1. september 2005 hjá Guðmundi Guðmundssyni. Honum vantaði einhvern mann hana til að fylla mig í fram. Í gati þarna í vörninni og ég samþykkti að gera það og ætlaði bara að vera í það tímabil. Var í vörninni? Hætta svo aftur og á betri forsendum og fór þarna inn í þetta tímabil til að hafa gaman að þessu en samt alvöru að sjálfsögðu. Svo 10-11 mánuð seinna þá er ég staddur á Keflavíkurflugvelli að flytja til Gúmmsbakka í Þýskalandi að gera atvinnumaður, en þetta fór alveg. Já, þetta hefur fljótt að gerast. Mjög fljótt að gerast. Já. Og eiginlega ófljótt. Þetta var, já. Varstu þá komið með fjölskyldu? Já. Og við bara, planið var að setja stað í Reykjavík og ég kom með vinnu í Íslandsbanka og þarna ætlaði ég að byrja nýjan feril og ég ætlaði að hætta þarna eftir tímabilið með fram. En það breyttist og framtíðin. Hver er kona þín? Sveinbjörg, Eifjörð Thoroddóttir heitir hún. Og hvaðan er hún? Hún er hérna. Hún er frá Akureyri? Já. Hvað er það börnum? Við erum 3 börn. Já, á hvað aldri? Það er 12 og 6 og 3. Alveg að vera 3. Þú er 12 ára börn? Já. Ég held að vera svo hryllilega ungur. Já, ég er enda sekkan í forgjöf. Nú, já, það er gott samt. Já. Og hvað sagði konaðin? Var hún til í þetta? Já, hún hefur alltaf sýnt með mikið stuðning. Já. Og
alltaf bakka mig upp í öllu sko, þannig að það auðveldar alltaf allt í sportinu þegar gott bakland. Strákur sem kemur, kornungur maður eins og þú, búinn að læra viðskiptafræði og allt, heldur áfram í handbolta, óvart nánast, dettur svo allt inn í Gummesbach í Þýskalandi. Var Alfreð með Gummesbach á? Þá var Alfreð með Gummesbach. Og var það hann sem plataði? Hann plataði mig. Hann var reyndar á þeim tíma að taka við Gummesbach-liðinu og segir við mig að þar hann með svona varnarsjeffa, eins og það segja þarna úti, og hann sé að hugsa sér til hreyfings. Allir ákveða sig innan viku, þannig að ef hann fer þá ætla ég að taka þig. Ef hann ætlar að vera áfram þá er ekkert. Nei. Og ég hafði þessa viku og þá rauninni bara til að hugsa líka máli sko, og kom svo bara á þeirri ákvörðun að það myndi örugglega alltaf sjá eftir því ef ég myndi ekki hoppa á þetta. Og rauninni bara deginu eftir ég hef búin að taka það ákvörðun þá kom símtalið og það bara ertu velkomin. Bara til Þýskalands? Kunnur eitthvað í þýsku? Það var eitthvað lítið en ég hef náttúrulega búin að læra þýsku í menntaskóla. Já, já. Og það var nú eitthvað þarna sko, en maður fann samt hvað maður kunni nú lítið þegar maður kom út. Já. En það hjálpaði samt og það var gott að hafa grunn. Vissulega. Þannig að ég fegin því og ég man að ekkert síðan þá hendi við öllum glósum og svona úr kjallarann. Foreldrar mínu vildu nú losna allt þetta möppu drasl og svoleiðis úr menntaskóla en pabbi hélt eftir þýskuglósum. Gæti nú verið að þetta kannski ekkert síðan. Segur gamli. Þannig að ég tók þetta með mér út. Já, en hvernig var það fyrir þig að koma innan atvinnumenn í þessari íþrótt? Þú kemur heiman frá Íslandi, hvernig var tekið á móti þér? Bara mjög vel. Ég náttúrulega með Alfreð þarna sem þjálfara sem ég þekkti náttúrulega vel og fyrir tíð. Guðjón Valur var þarna og Róbert Gunnarsson líka. Já, og þetta var mjög auðvelt að aðlagast, eða auðveldara. Já. Þú hafðir hérna samlanda fyrir og þeir kunnu svona á hvernig þetta allt fungeraði, þannig að þeir gáttu komið inn í hlutina. Já. Og ég og Guðjón Valur höfum verið bara mjög góða vinir lengi sem spilaði í K á þeim tíma. Já. Þannig að það samband styrktist bara á þessum tíma. Já, já. Og ekki skemmti fyrir að þeir voru líka náttúrulega með fjölskyldu, þannig að það var mikið gert saman og mikil tenging þarna á milli. Já, já. Og nú eru þessi strákar komnir eitthvað annað, Guðjón kom til Spánar og hvar er Róbert núna? Róbert er í París. Já, hann er í Frakklandi, já, já. Þeir eru ennþá í þessu, ég er svona aðeins eldri. Sérðu þetta í hillingum, sérðu eftir þessu? Saknar þessum tíma, þessa tíma? Ég sé náttúrulega alls ekki eftir að fara í þetta. Nei? Það er, nei, bara auðvelt að svara því. Já. En það var erfitt líka að hætta, sko. Átt sig á því að þetta var að vera búið. Já. Maður hefði alveg viljað vera í þessu nokkur ára viðbætt, sko, líka þetta vel. En þú veist, kennitalan segir bara að það styttist í síðasta dag hjá manni, Þú ert að tala svo gamall maður. Sko, neini, alls ekki, kannski, ég var nú ekki vísa kannski það heldur fyrir sem handboltann. Nei, þá ertu maður náttúrulega komin á svona yfir árin, sko, og þetta maður heldur reyndi út endalaust. Var þetta eins og þú reiknaði með? Svona starfið og vera í þessu? Já, en kannski það sem kannski kom óvart, þetta er náttúrulega bara meiri vinn en kannski margir halda, sko. Þetta er ekki bara hafa gaman alla dag og fara að spila handbolta og njóta lífsins, sko. Það koma tímabil eins og í öllum öðrum starfsgreinum eða öðrum störfum sem það getur verið erfitt og þetta er mjög mikil svona andlegt. Það þarf að vera svolítið andlega sterkur. Hvað hefur verið hjá mörgum félögum í Þýskalandi? Ég hef bara verið á tveimur. Á tveimur? Já. Það var sem sagt bara Gummesbach og Grosswallstadt. Já. Grosswallstadt var ég í 5 ár og leið afskaplega vel þar og fjölskyldunni. Höfðum möguleika á að færa okkur set svona nokkru sinnum en bara við vorum eiginlega ekki tilbúin í það. Nei. Er fylgst með ykkur? Eru svona útsendara sem að skoða? Já. Það verið gott að fá þennan til okkar og svona. Fékkstu slík tilboð? Jú. Oft? Oft. Já, svona nokkur sinnum. Já, nokkur sinnum, já. Það var alveg, ég ætla ekki að spila mjög stóra, en það kom alltaf reglulega og sérst kringum stórmótin og svona
áhugi kominn en svo þarf maður bara að hugsa heildarpakkann og það var ekkert þannig að ég vildi í rauninni rífa alla upp frá þeim stað sem við vorum. Úr skóla en mér fannst það ekki þess við. Nei, akkurat. Næst skulum við aðeins fara út til landslið, en fyrst skulum við hérna fá lag sem þú hefur valið. Hvaða lag valdið þú? Já, ég valdi lag eftir hérna Pearl Jam. Það er nú eina af mínum uppáhaldsljónsveitum sem ég sá núna í sumar með góðum félagi í Noregi spila. Það heitir Strangest Tribe af plötu sem heitir Lost Dogs. Og þetta lag hefur þeir höfðu semst aldrei spilað þetta á tónleikum live. Þegar þú heyrðir það að spila? Já. Og það fannst mér fyrstulega bara gott lag. Og svo situr þetta bara í minningunni. Já, gott. Við skulum fá þetta og svo nokkra myndir frá þér sem við erum að skoða með. Ok. It's 5 below. In evidence, the wind at ease, and sideways snow. His has yet to show. Follow the ageless tide, follow the angled line, follow the strangest tribe. Pearl Jam að spila og syngja fyrir Sverre Jakobsson. Hann sá þá syngja þetta og spila í Noregi, sagður það ekki? Jú. Og þeir hafa aldrei spilað þetta á tónleikum áður? Þetta var í fyrsta skipti. Já, varstu þá ekki heiðursæti og valinn sérstaklega til þess að koma? Þetta var bara fyrir mig held ég. Já, er það ekki? Mjög gott samband við það. Já. En Sverre, Þýskaland, handboltinn og allt það, þú sagðir að sumuleyti væri þetta svona fjölskylduvænt. Hugsa félögin eitthvað konur leikmanna þegar koma svona erlendir leikmenn og hann ætlaði að vita að fólk var stundum í erfiðleikum með að samlaga samfélaginu. Var það þannig klúbbur eða voru það þannig klúbbar að þið gerðu þannig? Nei, ekki get ég eiginlega sagt það sko. Nei, það var bara ykkur þetta. Sem betur fólk á skrifstofunni sem hefur nú bara þannig persónuleika að það tilbúið að gera margt fyrir og jafnvel eitthvað að auka eða þurfa að gera. Og við vorum reyndar heppið með það að fólkið í Grossástad sérstaklega voru mjög hjálpsöm og hjálpuðu okkur mikið. Einar Hólmgeirsson var nú reyndar að spila þegar ég kem þarna. Þannig að hann tók okkur eiginlega að sér og kom okkur svona inn í hlutina sem er líka, eins og ég nefndi að náðum eins og með gúmmísbakk, ómöndulegt þegar samlandin er þarna og þekkir allt og getur komið miklu fljótar inn í hlutina. En svo þetta bara þú ert bara á þínu vegum þarna í rauninni. Já, gengur bara inn í samfélagið. Já, og þarft að reyna að koma þér bara fyrir og þínu forsendum. Heyrðu, landslið, við ætlum að tala um landslið strax eftir Pearl Jam lagið þannig hjá okkur. Já. Við erum ekki komin í landsliðið ennþá. Nei. Hvenær kom það inn? Það kom bara á svipuðum tíma þegar eftir ég tók fram skóna. Já. Reyndar á ég mína fyrstu leiki, 98, 99, einhverja 9 leiki. Já. Og gaman að segja fyrir því að fyrsti leikurinn minn, þá skipti ég fór ég ekki í vörðina, þetta er bara í sóknina. Skipti í vörð? Nei, skipti hérna í sókn. Nei, skiptir yfir í sókn? Já, þannig að... Og í hvað stöðu spilaðu? Það var í skyttunni, fyrstu skyttunni. Svo kom bara löng pása og það var þá 2006 sem að páskana, þá var svona æfingabúður á landsliðinu í Magdeburg, að Alfreð sýndi mér aftur traust og tók mig út í þann hóp og síðan þá hef ég bara verið
í landsliðinu. Í landsliðinu. Hvernig staðan á þeir núna varðandi landsliðið? Já, ég veit það ekki alveg. Ég átti nú gott samtal við Aron, 2-3 vikum síðan. Já. Þannig að ég held að ég verði eitthvað áfram í kringu lið. Já. Draumurinn er að klára landsliðsferilinn bara næsta sumar. Já. Og tryggja þar leiðandi með þeim leikjum kannski farseðilinn á næsta stórmót. Já. En tökum bara eitt skref einu. Ég vona að ég verði núna með í næsta verkefni sem í lok október, byrjun nóvember. Það voru 2 leikir, mikilvægir. Já. Og svo sjáum við bara til svona hvernig þetta tekar áfram. Þannig að það er ekki þetta að koma að sjá því að segja að handbolti er nú eiginlega allt sem þú ert að gera. Þó sért að fara í fasta vinnu líka sem viðskiptafræðingur. Já, þetta er ennþá stór hluti af lífinu. Já. Það er engin spurning. Og ég ákvaði að taka 1 ár að spila hérna heima. Það var ekki auðveld ákvörðun. Ég var lengi ákvaða með þar. En sé ekki eftir þínu. Og svo fer þetta svona að breytast með næsta sumri. Þá eru skórnir komin á hilluna og þá fer maður meira bara út í þjálfunina. Já. Og svona þarf að finna sig þá eitthvað annað að gera. Þú ert í þessum hópi Strákarnir okkar. Já. Ha. Já. Er það ekki bara góð tilfinning? Bara mjög góð tilfinning. Það er við erum Strákarnir okkar. Við erum bara stoltir af því að vera, hvað ég segja, í þessum hóp. Já, þetta er... Og hafa svona náða að skapa það sem við náum að gera. Fyrir þá sem að hafa áhuga á íþróttum og fylgjast með eins og landsliðinu hjá ykkur og í slíkvað, þá erum við virðist vera mjög góðum árangri. Við höfum náð góðum árangri í handbolta býsna lengi, konurnar líka, svo fótboltalandsliðið okkar er að sýna góða hluti og kvennalandsliðið líka, þannig að þessi litla þjóð er nú að gera ansi mikið. Þetta er bara rosalega jákvætt. Hvað segja útlendingar við þessu? Það er bara stór spurningamerki. Það skilur þetta náttúrulega enginn maður. Að við skulum alltaf vera að koma með fólk í fremstu röð. Já. Og sérstaklega kannski í hópíþróttum. Já. Að við skulum ná þessum árangri handbolta núna lengi. Nú er fótboltinn að koma upp heldur betur. Já, já. Gríðarlega jákvætt, Karavan. Já, Karavan gleymdi í körfunni. Og kvennalandsliðið í fótbolta búið að vera líka mjög lengi. Það sem er mjög framalega og kvennahandboltalandsliðið líka fór á stórmót núna fyrir ekki svo allt og mörgum árum. Já, já. Þannig að þetta er, fólk er alltaf að spyrja hana þessu. Og skiplaða þjóðin Þjóðverjar, tala þeir þetta? Já. Taka vel eftir þessu og skilja þetta bara engan veginn og horfa á sjálfan sig og segja hvernig þetta hægt, sko. Nú snýru þeir aldeilis á okkur balvaðir. Já. Það er veist, þú ert ekki út til að spila, getur barið á þeim hann það? Já, þetta er þeir eru samt ekkert voðalega allir stoltir af þessu. Nei. Það er margir mjög glaðir fyrir hönd handboltans, glaðir fyrir hönd liðsins, en þeim fannst mörgum og mörgum sem ég tala við og margir innan handboltans að þetta hafi nú verið alveg rosalega grá svæði og þeir fagna því að komast. Já. Þeir klappa ekkert fyrir þessu, sko. Nei, það er ekki mikil fagnarleit. Nei, akkurat. En þetta það er búið að vera gagnrýnandi mikið. Já. Hver er í þessum kassa? Þetta er svona hlutur sem ég þykir náttúrulega vænt um. Maður fær svona kassa, það fekk það þarna í Peking til að geyma... Er þetta frá Kína? Geyma gripinn sinn. Nei. Þannig að þetta settur maður náttúrulega í handfarangu þegar maður er að flytja. Þú er aldrei að setja þetta í gámur eða eitthvað. Það er smá þingslýsi. Þetta er silfrið? Þetta er silfrið, sem átti að vera gull. Já, það hefði átti að vera gull. Handballmenn. Við fórum þetta til London með því markmiði að bæta einu svona í safnið og hann átti að vera í hinni litlum. Í giltalítnum? Já. Það eins mikið gleði eins og það var mikið gleði náttúrulega í kringum þetta. Það voru jafn mikil vonbrigði á Ólympíuleikunum í London síðan. Og menn er ennþá eiginlega að tala um það frekar en Peking. Já. En hvernig Sverrir, standa upp á palli og fá verðlaun á Ólympíuleikunum? Ég get náttúrulega ekki komið því í orð.
þessi tími var náttúrulega svo ótrúlegur og frábær og draumi líkast og að enda síðan með medalíu þarna. Við vorum reyndar, fórum í klefa og vorum bara hundfúlir af því við töpum leiknum. Það er eitt sem ég segja að það sé betra eiginlega að ná í bronsið heldur en að silfrið. Þá endar allavega síðasta leikinn á einhverju jákvæðanótum. En menn voru nú fljótir að taka gleysinn. Þið voru nú glaðir þegar þið komið fram? Við vorum glaðir og tókum gleði okkur þarna á ganginum þegar við löpum síðan inn og þegar fánan kom upp og peninginn hálsinn, sko, þá ferðu svona átt að því að laun erfiðsins var komin hálsinn að þér. En fara menn ekki að skæla bara yfir þessu? Geta menn ekki fyrir að skæla á hrifningu og keðsræðingu? Jú, það er þú sást það alveg. Og sérstaklega við æðum svo rosalega vel. Allt sumarið og gríðarleg samkeppni að fá sæti og flugma til Peking á þeim tíma og 2 ára dag og það var ekkert gefið eftir og blóðsviti og tár og koma svo með þetta hálsinn, sko. Ég var nýbúinn að eignast barn þarna í lok maí 2008 og fer svo 3-4 vikum seinna í undirbúning og við sjáum svo bara aftur hérna í lok ágúst. Þannig að þetta var svona, maður gæti réttlætt þetta kannski þessa fjarveru með þetta og hugsaði allir litla verður nú ekki einhvern tíðan ánægð með pabba sinn, þannig ég get sagt henni söguna baka þetta. Já, þegar þú varst ekki heima. Þetta var, það var ekkert auðvelt, sko. En launerfisins var þetta og svona þetta auðvelda manni að réttlæta þessa fjarveru. Þetta er fallegt. Þetta er mjög fallegt. En svona alveg í lokin, hvernig sérðu framtíðina næstu árin? Ætlar að vera hér, ætlið þið að vera hér? Á Akureyri? Þess vegna fluttum við eiginlega. Og ætlar að vera í handbolta, tengdur handbolta? Já, ég er með allan samning hérna. Þetta tíma. Og þetta er skemmtilegt? Þetta er mjög skemmtilegt og ég byrja núna bráðlega að vinna og ef það gengur allt upp og... Já, þú meina að byrja bráðum að vinna, þú ert farin að vinna í handboltanum? Já, að byrja að vinna. Svona þetta venjulega, þessa venjulega rútínu. Já, brauðstritinn. Þá, ef þetta allt gengur upp og öllum liði vel og þá erum við bara komið til að vera og ég vona sjálfsög, ég geti verið í kringum handboltanum sem lengst. Gott. En auðvitað mun ég ekkert að setja hann á hilluna líka og fá að vera vel hliðina þér á pöllunum og kannski eitthvað að skammast og hvetja. Já, akkurat. En ein spurning, hefurðu ekkert annað áhugamál? Jú. Veiðirðu, spilarðu bridge eða skák eða saumar út eða hvað? Hvernig vissir þetta síðast? Nei, ég hef önnur áhugamál en þau hafa nú eiginlega verið svolítið á hillinu bara. Já. Og ég ætla að taka þau bara fram þegar hægist um. Mér langar mikið að fara til þess í gólfið og svo hef ég gaman af, segi ég hef nú varla að klífa eitt einasta fjall, sko. En það er svona heillað mig að fara kannski svoleiðis. Svona eitthvað líkamlegt erfið og vera út í náttúru og annað. En ég ætlum ekki að tala í sig garpur ennþá. En það er svona, það býður bara. Núna er stundaskráin full og þegar eitthvað losnar þar, þá bæti ég ykkur öðru inn. Sverrir Jakobsson, einu sinni Sverrir Björnsson. Takk fyrir. Góðan daginn. Sömuleiðis.